Góðan daginn. Gaman að heyra þetta hjá okkur. Ég ætla að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin í dag á samkomunni og gaman að sjá svo mörg andlit sem svo þekkt. Ég ætla að byrja hérna að láta okkur halda áfram í prógramminu sem að syngja eitt lag sem númer 13 í sálmabókun sem heitir Lofið, lofið. Þetta mjög gaman að heyra svona margir syngja saman og þökkum fyrir það, en við ætlum nú að lúta á höfð og hafa bæn. Kæra himneski Faðir, við þökkum þig fyrir þennan morgunstund, við þökkum þig fyrir það að fullt af fólki hérna inn í dag. Við biðjum hvort að þú vil vera hérna með þínu nærveru okkur til heillunar og við biðjum hvort að þú leiði okkur áfram í lífinu í Jesú nafni. Amen. Við skulum svo halda áfram með að syngja eitt lag sem hérna 213 í sálmabókinni. Það Sjá lausnarinn bíður. Sjá lausnarinn bíður. Sjá
Við skulum opna hjartað okkar fyrir Guði, þannig að hann megi koma inn í hjartað okkar. Við þökkum fyrir svona falleg lög sem til og núna ætlum við að taka upp gjafir og undir gjafirnar ætlar Hóse Lands að spila og gjafirnar þau rennur þetta sinn í safnaðarsjóð og við skulum bara hægt og rólega taka upp gjafir. En hérna undir sjáu þið að möguleikar fyrir því að leggja inn gjafir á netinu. Þannig að ef þið hafa ekki pening með okkur í höndunum þá hægt að leggja inn á reikning. Við þökkum fyrir gjafina, við skulum lúta höfð að biðja okkar lítinn stund. Kæra himneska Faðir, við þökkum fyrir þessi gjafir sem hefur komið inn til styrkta þessara kirkju og við biðjum hvort að þú vil blessa gjafarann og þessi pening sem kemur inn til það sem þú ætlar að gera fyrir okkur hér. Í Jesú nafni, amen. Við ætlum að halda áfram og syngja hérna eitt lag sem svo kunnugt hér í kirkjunni. Og það hérna Jesús hann oss elskar öll og það númer 179 í sálmabókinni og við skulum taka vel undir, það hægt að syngja bæði á spænsku en líka íslensku, svo takið vel undir þegar kemur upp hérna. Upp á töflunni, en ég heyrði að það voru margir sem var að syngja, en við pröfum þetta eins og enn, en við gerum það, þið með þetta 179? Þau ekki með þetta upp á. Munið þið eftir þá skulum við syngja bara eins og enn og allir tekur vel undir.
er tíma fyrir barnasögu og Þóra Lilja ætlar að koma hérna upp. Ahora los niños pueden pasar aquí hasta adelante y les van a dar una historia. Þóra Lilja les va a decir una historia. Siéntense aquí en la escalera, aquí. Á ykkur sæti hérna. Á meðan við erum bíða eftir að börnin koma hérna upp, get ég sagt frá því að það var gaman að vera með börnunum í gær út í Hlíðardalsskóli. ¡Wow! ¡Tantos niños! ¡Qué gusto! Me llamo Þóra Lilja y estoy feliz de verlos. Lo siento mucho que doy la espalda a ustedes. Miren allá. ¿A quién le gusta recibir un regalo? A ver, manos. ¡Wow! Todos les gusta. ¿Estaban escuchando cuando Omar estaba hablando la última vez? Ómar var að tala það síðast að það væri mikilvægt ekki bara að fá pakka, heldur líka að gefa pakka. Omar nos estaba enseñando la última vez que no solo es bonito recibir un regalo, sino también dar un regalo. Og hérna, ef þið fletti einu fyrir mig, já, að gefa gjöf. Mira, aquí hay alguien regalando. Og þið mig fletta aftur. Nú ætla ég að sýna ykkur svolítið. Ahora les voy a mostrar una cosa. Viti hvar við erum? ¿Saben dónde nosotros estamos? En el Hvar mapa. Ísland? ¿Dónde está Islandia? Hvar það? Já, nú uppi, já, Ah, flott, já. hasta arriba. Já. En hvaða land í rauðu? ¿Y qué país es el rojo? Nei, Ísland. þetta Úkraína. Es Ucrania. Og í 2 ár og núna 3. árið, Ahora por 2 años þá höfum við verið að gera jólagjöf fyrir krakka í Úkraínu. hemos estado preparando regalos de Navidad para niños en Ucrania. Það eru krakkar sem eiga ekki mömmu og ekki pappa. Estos son niños que no tienen mamá y no tienen papá. Og Jesús hefur beðið okkur að hugsa sérstaklega börn sem eiga ekki foreldra. Y Jesús nos ha pedido que debemos pensar especialmente en niños que no tienen mamá o papá. Einhver hérna sem myndi vilja gleðja börn í Úkraínu? ¿Hay alguien aquí adentro que quiere darle regalo a los niños en Ucrania? Einhver sem myndi gleðja? Viltu fletta? Þetta fáninn þeirra. Mira, esta es la bandera. Sjáu þið. Y mira a los niños. Þetta eru pakka sem þau fengi fyrra. Esto es lo que recibieron el año pasado. Eru þau glöð? ¿Están felices Eða eru þau mjög leið? o están muy tristes? Feliz, já, þau eru glöð. Og ef við fletta aðeins, já, sjáu þið. Mira. Ha. Og meira, já. Stelpur og strákar sem fá engar aðra gjafir. Estos niños no reciben otros regalos que estos. Þeir ætla að fá pakka frá okkur frá Íslandi í ár. Ellos van a recibir regalos de nosotros este año también. Vil ég hjálpa mér? ¿Me pueden ayudar? Ha? Og einni viðbót, já, takk. Í svona pakka til krakkan í Úkraínu, En un regalo así para los niños en Ucrania, þá þurfum við að setja 5 hluti. hay que poner 5 cosas. Hvað uppi hérna? Hvað þetta?
¿Qué es eso allá arriba? Handskar, Já, svona hlýföt. ropa caliente, sí. Það líka mjög kalt í Úkraínu, eins og stundum á Íslandi. Muchas veces hace frío en Ucrania. Og hvað hérna niður í hér? ¿Qué hay aquí abajo? Það tannbursti Já, tannbusti og tannkrem. y pasta dental. En hérna uppi hér? ¿Y aquí arriba? Dulce, dulces. Ég læri bara spænsku hérna. Og Sætindi. hvað er hérna í miðjunni? ¿Qué hay ahí en el centro? Sopa. En hérna til hægri niðri? Pero aquí a la derecha abajo, Er það dótið? juguetes, Lake Ajá. Funk. Nú ætla ég að fá... Ahora quiero mostrarles una cosa. A ver. Þessi pakki er fyrir eina stelpu sem er 3 ára Este paquete es para una niña de 3 años. og það eru krakkar sem komu með og fólk í kirkjunni sem kom með dótið sem er onni. Y Pácano. la gente en la iglesia trajeron En las það er cosas. svolítið sem vantar í hennan pakka. Sko. Pero hace falta una cosa a este paquete. Það vantar tannbusta og tannkrem. No tiene pasta dental ni cepillo de dientes. Er einhver sem vill gefa stelpu sem er 3 ára í Úkraínu tannbusta og tannkrem? ¿Hay alguien aquí que le quiere regalar pasta dental y cepillo de dientes a una niña en Ucrania? Já. ¿Sí? Þessu tannbusta. A ver, elige un cepillo Hún er de 3. dientes. A ver, ¿cuál? Já. Qué bonito. Er einhver sem vill gefa tannkrem? ¿Alguien que quiere regalar pasta dental? Er einhver hérna sem vill gefa sápu? ¿Alguien que quiere regalar jabón? Valentino. Valentino. Setjast niður. A ver, vamos a sentarnos. Hér kemur pakki fyrir strák. Aquí hay un paquete para un niño Hann er 4 ár. Nei, hann er 1 árs. y este niño tiene 1 año. Við þurfum að velja lítinn tannbusta fyrir hann. Það vantar líka lítinn tannbusta. Tenemos que elegir Santiago, viltu velja? un cepillo muy chiquito para él. Un cepillo de Mjög dientes. lítinn. Já, flott. Muy bien. Já, sápu. ¿Jabón? Já, já. Og setja. Gracias. Og síðasti pakkin. Y el último paquete. Má ég sjá. A ver, Okkur vantar tannbusta og okkur vantar sápu. necesitamos un cepillo de dientes y un jabón. Máttu velja, hvort veistu? Vá! Nú eru allir tilbúnir. Ahora todos los paquetes están listos. Takk fyrir krakkar. Muchas gracias por ayudar, niños. Er maður glaður í hjartanu ef maður gefur? ¿Es uno feliz en su corazón cuando uno da? Já. Sí. En ég ætla að beða að fletta hérna einum. Vamos a ver el próximo dibujo. Þetta er það mikilvægasta sem við getum gert fyrir börnin í Úkraínu. Eso es lo que podemos hacer lo mejor para los niños en Ucrania. Þetta kostar engan pening
Eso no cuesta nada, En við getum öll gert þetta. pero podemos hacer eso. Við getum beðið fyrir þeim. Podemos orar por ellos. Þau í landi þar sem stríð Están viviendo en un país donde hay guerra og þau saknaði segja mömmu og pappa y extrañan a sus padres. og við getum öll beðið fyrir þeim. Y podemos orar por ellos. Eigum að gera það? ¿Vamos a hacer eso? Já, Já. flott. Má ég sjá? Vamos a ver. Vamos a orar. Góði Jesú, Querido Señor Jesús, viltu vera með börnunum í Úkraínu? te pido que estés con los niños en Ucrania. Viltu að þau læra að þekkja þig Te pido que ellos aprendan a conocerte. og viltu láta englana þína passa það? Y te pido que los ángeles los cuiden. Og viltu að þessi pakkar sem við erum með hér fari til þeir einhverja sem virkilega ánægð með allt sem þar Te pido que estos regalos vayan a los niños para que tengan felicidad. af því okkur langar til að gefa og gleðja aðra. Porque nosotros queremos darle felicidad y regalarles esos paquetes. Og ég bið fyrir því að englarnir passi öll börnin hér. Y también quiero pedir que todos los ángeles protejan a los niños que están aquí Og fjölskyldu þeirra. y a sus familias. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Heyrðu, áður en þið farið, Antes de que se vayan, þá svolítið gleði hérna í loftsalum í dag. Sjáu þið það? hay mucha felicidad aquí en la iglesia el día de hoy. ¿Lo ven? Allt þetta flotta fólk að fara að segja, já, ég vil vera með Jesú í liði. Todos esos que están sentados aquí hasta adelante quieren decirle que sí a Jesús, estar en su equipo. Og mér langar að við höldum svolítið upp á það, býða aðeins. Queremos celebrarlo. Og ég er líka með svolítið fyrir ykkur, Aquí tengo algo para ustedes, svo þið getið lita í sætunum. para que ustedes puedan estar coloreando mientras que están Ég ætla að sína bara fyrst. en sus asientos. Til Ahorita þess les voy a að við mostrar. munum eftir því að Jesús að passa okkur. Para que acordemos que Jesús siempre nos está Og við protegiendo munum eftir því að biðja til hans að passa börnin í Úkraínu. y que acordemos de orar por los niños en Ucrania. Þá getum við passa, þá allir þið megi velja svona. Og ég var að hugsa fyrir stóru krakkana Y para los niños grandes, að ég setti bara engil hérna og þá getur þið teikna hvað sem við viljið að Jesús passi. nada más puso un ángel y ustedes pueden dibujar qué es lo que está protegiendo el Ef einhver ángel. setja ömmu, þá setur hann ömmu. Si quieren El dibujar al El abuelo, abuela, Og síðan bara, má sjá. Já, ég gefa það. Nú kemur partið. y ahora un dulcecito para cada quien. Takk fyrir að hlusta í dag. Gracias, niños, por estar tan atentos. If there's anyone in here that needs translation in English, there is some headphones at the back. You could get them over there. Við þökkum fyrir barnasöguna og áður en að hann Ómar tekur við og fara að tala ræðuna þá ætla ég að lesa ritningunum til í dag.
Antes de que Omar predique, vamos a leer en la palabra de Dios. Ég ætla að biðja ykkur öll að rísa á fætur. Vamos a ponernos de pie. Ritningarleksturinn í dag tekið frá Mattheus og Guðspjalls, 23. kapli, 37. til 39. versi. Vamos a Mateo. Hvað sagður Mattheus og Guðspjall? 23, versículo 37 a 39. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem liflát á spámennina og grítu þá, sem sendur til þín. Hversu oft vildi ég safna börnunum þínum eins og hæna safna ungunum sínum undir vængu sér, og þér vilju eigi. Húsið verður í eyðilátið. Ég segi yður, héðan af munu þér eigi sjá mig, fyrir þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Gjör svo vel þegar með að fá okkur sæti. Un feliz sábado. Gleðilegan hvíldardag. Ustedes no tienen el privilegio que yo tengo en este instante Þið eru ekki eins heppin og ég núna. de poder ver desde acá tantas personas hermosas y lindas concurriendo a la iglesia. Og ég sé svo mikið af fallegu fólki héðan sem eru komin hingað til kirkju í dag. Pero el mejor espectáculo En það yndislegasta af öllu es poder ver estas 8 personas að sjá þessa 8 einstaklinga que hoy deciden decirle no al mundo y sí a Jesús. sem hafa tekið ákvörðun og segja já við Jesú. ¿Quiénes dicen amén? Hver segja amen. Bueno, gloria a Dios por eso. Lof sé Guði fyrir þetta. La palabra de Dios dice Orð Drottins segir que hay gozo en el cielo og það gleði á himnum por un pecador que se arrepiente. fyrir einn syndari sem iðrast. Pero yo estoy seguro que hoy no hay gozo en el cielo. En ég alveg viss að það ekki bara gleði á himnum, Hoy hay fiesta en el cielo. en það heil hátíð á himnum. Porque 8 lindas personas Því að 8 fagrir einstaklingar han decidido por Jesús. hafa tekið ákvörðun að fylgja Jesú. Y eso hace que mi corazón vibre de emoción. Og þess vegna hjarta mitt svo glatt í dag. Pero bueno, vamos a hablar de la palabra de Dios esta mañana. Við skulum tala upp úr orði Guðs í dag Y antes de abrir la Biblia, og áður en við opnum Biblíuna, quisiera comentarles a los hermanos y a las personas presentes þá langar mig að segja við ykkur que hemos tenido 3 semanas intensas de trabajo y de muchos seminarios y estudios bíblicos. við erum búin að hafa 3 vikur sem hafa verið eintóm vinna og mikið rannsókn á Biblíunni. Perdón, 4 semanas Já, 4 vikur. donde hemos abierto la Biblia. Við erum búin að vera að rannsaka Biblíuna. Muchas personas han escuchado el mensaje de salvación Margir hafa hlustað á fagnaðar erindið y como producto han querido verdaderamente entregar sus vidas a Jesús. og þess vegna hafa viljað gefa Jesú sitt hjarta og sitt líf Y queremos darle gracias a todos og við viljum þakka öllum los que hicieron posible que tuviésemos los 3 campamentos en la academia sem að gera það verkum að við gátum verið þarna á Hlíðardalsskóla með 3 hópa y todos los seminarios de reavivamiento espiritual. og að það hafa haft þessa andlegu fæði þar. Gloria a Dios por eso. Lof sé Guði fyrir það. Vamos a tener una oración. Við skulum biðja. Padre nuestro que estás en el cielo, Faðir vor sem ert á himnum, te damos gracias, oh soberano Dios, við þökkum þér, hái Guð, por esta mañana que nos das de bendición fyrir blessunina sem við fengið þann í dag. y al abrir tu palabra oramos para que el Espíritu Santo Og þegar við opnum Biblíuna að þinn heilagi andi, conmueva nuestro corazón y nuestras vidas megi snerta við hjörtum okkar og lífi okkar y nos lleve a tomar decisiones por ti y por la verdad.
og hjálpi okkur að taka ákvörðun að fylgja þér og fylgja sannleikanum. Llénanos de tu Espíritu Santo para comprender tu mensaje de esta mañana Vilt þú fylla okkur af heilugum anda til að skilja þitt orð í dag? y abre nuestro corazón y nuestra mente. Viltu opna huga okkur og hjörtu? En el nombre de Jesús, amén. Í nafni Jesú Krists. Amen. Quisiera, hermanos y amigos, invitarlos a que leamos en la palabra de Dios San Mateo capítulo 21. Við ætlum að fara í Matteusar Guðspjall kapla 21. San Mateo capítulo 21 es uno de los, está hablando de los últimos acontecimientos de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Og þannig verið að tala síðustu daga Jesú hér á jörðinni. Fue la última semana que Él estuvo presente en Jerusalén. Þetta var síðasta vikan hans þegar hann var í Jerúsalem. Y el relato bíblico nos deja ver, Og, og sagan segir nos deja ver que Jesús að Jesús, entra a Jerusalén como un rey. hann fer inn í Jerúsalem eins og konungur. Entra a Jerusalén por la puerta grande, recibido y aclamado por toda la multitud. Og hann fer þarna inn dyr borgarinnar og fólkið lofar hann fyrir það að vera konungur. Las personas estaban felices de que Cristo hiciera su aparición ante ellos. Og þau voru glöð yfir því að Kristur myndi vera þarna með þeim og vera leiðtogi þeirra. Y desde el Monte de las Olivas hasta que llega a Jerusalén, Og þegar hann kemur frá Olíufjallinu og niður til Jerúsalem, las personas lo aclamaban con ramas y con palmas, dándole la bienvenida y diciendo Hosana al rey que viene en el nombre de Dios. og fólk var þarna með pálmagreinar og klæðin sín settu þau fyrir hann og hrópuðu hósanna syni Guðs. Luego Jesús desciende hasta donde se encontraba el templo. Og svo kemur Jesús niður þarna að musterinu Y se encuentra el templo lleno de personas desagradables, og þar kemur hann að musterinu þar sem að mikið af fólki þarna að haga sér ósæmilega. que habían convertido el atrio exterior de la casa de Dios en una cueva de ladrones. Þau höfðu breytt forgarðinum í þjófabæli. Habían cambistas, ¿Cómo? cambistas, people that change money. Já, þarna voru víxlarar. Habían también personas que vendían corderos y palomas. Þarna var fólk sem var að selja bæði dúfur og lömb. Y esto ocasionó en Jesús algo fuerte internamente. Og þarna varð Jesús að innra með sem mjög komst í uppnám. Y lo motiva a hacer la segunda limpieza del templo de Jerusalén. Og hann hreinsar út í annað skipti úr forgarðinum. Hann gerir sér aðra hreinsun eins og hann hafði gert áður. La primera limpieza Jesús la realizó cuando inició su ministerio. Hann gerði þetta fyrst þegar hann var að hefja sína þjónustu. Y dijo, habéis hecho de la casa de mi padre una plaza de mercados. Og hann sagði, þið eru búin að gera hús föður míns að markaðsstað. Ahora, en la segunda limpieza, Og svo þegar hann kemur hann í annað skipti og að hreinsa út. con toda autoridad celestial dijo, Og þá kom hann með sínu guðlega valdi. habéis convertido mi casa Þeir eru búin að breyta húsi mínu en una cueva de ladrones. í þjófabæli. Y esto, obviamente, que Jesús no lo podía consentir. Og þetta gat Jesús ekki látið óáreitt. Voltea las mesas de los cambistas. Og hann hreindir niður borðunum, Libera a todas las ovejas y a todas las palomas que se encontraban ahí en ese lugar. losar öll dýrin sem eru þarna Echa a todas las personas del atrio exterior. og hann reynir að hrekja, hann hrekur fólkið út til ytra forgarsins Todos los comerciantes huyeron de su presencia. og það flúðu allir kaupmennirnir frá honum. Es más, estaban todos asustados de ver a Jesús en esta condición. Og það eru allir svo hræddir við að sjá Jesús í þessu ástandi. Y se queda Jesús tan solo con los niños que lo alababan y lo glorificaban. Og Jesús var bara eftir með börnunum sem voru að lofa hann. Con los enfermos que tenían verdaderamente necesidad de Él. Og þessir sem voru veikir sem virkilega þurftu á honum að halda. Con las personas que estaban dispuestas de todo corazón a hacer cambios en sus vidas. Og fólk sem að virkilega þráði að nálgast hann í lífi sínu. Y ya cuando pasan algunos momentos, Og svo eftir smá stund, vienen los grandes prelados y dirigentes de Israel. og þá koma forsvarsmenn þjóðarinnar, Los sacerdotes, escribas y fariseos.
Það eru farisegar, fræðimenn og já, þeir. Y se acercan a Jesús y le preguntan, Og þeir spurja hann. ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Með hvaða valdi gerir þú þetta og hver gaf þér þetta vald? Le hacen dos preguntas interesantes. Það eru tvær spurningar þarna mjög áhugaverðar. ¿Con qué autoridad entras así como rey en Jerusalén? Með hvaða valdi kemur þú hérna inn í Jerúsalem eins og konungur? ¿Con qué autoridad llegas y volteas las mesas de los cambistas? Með hvaða valdi kemur þú og snýr borðanum við? Y aparte, ¿quién te otorgó dicha autoridad para que estés tan libremente enseñando en el templo como si nada estuviera pasando? Og hver gaði leyfi til þess að fara þarna inn og gera þetta? Eins En og este ekkert sé. contexto, Jesús les cuenta a ellos la historia de los dos hijos. Og þá segir Jesús þeim söguna. Y como no logró captar su atención y como ver su corazón a una reflexión profunda, Tvo synina og fyrst hann næri ekki alveg til þeirra entonces ahora les cuenta una segunda historia que es una parábola interesante, og þá segir hann enn aðra dæmisögu sem mjög áhugaverð la cual estudiaremos en esta mañana. sem við vorum að rannsaka í morgun. Vamos todos a leer en nuestras Biblias a Mateo capítulo 21 a partir del versículo 33. Skulum fara í Matteusar Guðspjall 23 versíkulo ekki? 33. Okay. Yo primero lo voy a leer en español y luego Linda lo va a traducir al islandés. Matteusar Guðspjall 23. kapli 37. La parábola de los dos ladrones, de los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que a los primeros que había enviado, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron afuera de la viña y lo mataron. Ahora pues, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a lo malo destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el precio a su tiempo. Cógete. A ver, ¿qué capítulo otra vez? Mateo, capítulo 21, versículo 33. Mateo 21, 21, 33. 33. Okay. Heyrið aðra dæmisögu, Matteus 21, 33 og áfram. Landeigandi nokkuð plantaði víngarð. Hann hlóð garðumann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtartími nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínyrkjana að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóru þeir með þá. Síðan sendi hann til þeirra son sinn og sagði, þeir munu virða son minn. Þegar vínyrkjarnir sáu soninn, sögðu þeir sín á milli, þetta er erfinginn, förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann, köstuðu hann út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðis gjörða við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Bueno, esta parábola estaba dirigida a los dirigentes de Israel. Þessi saga henni var beint til leiðtoga Ísraels, Los dirigentes religiosos, sobre todo los fariseos, escribas y sacerdotes de Israel. til fariseana, fræðimannana og prestana. Estos dirigentes fueron llevados a confesar su propia culpa Þetta var til þess að fá þá til þess að játa
það sem þeir voru að gera y pronunciar para sí mismo la condenación por su ingratitud y falta de espiritualidad. og segja fram dóm yfir sjálfa sig fyrir það sem að þeir voru að gera. Cada uno de los elementos de la historia juega un papel importante y es muy espiritual. Í þessari sögu mjög mikið táknmyndir og mikil andleg kennsla í þessari sögu. Y empieza diciendo que había una viña. Hann byrjar á því að tala víngarð. La vid era un símbolo nacional de Israel y lo representaba efectivamente a ellos como nación. Og vínviðurinn var þjóðarplanta Ísraels og hún var táknmynd fyrir þjóðina. Y esto lo encontramos en Isaías en el capítulo 5 del versículo 1 al 7. Isaías capítulo 5. Við skulum fara í 5. kafla Jesaja, Capítulo 5, versículo 1 al 7. 1-7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Þetta segir orð Guðs. Ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. Ég vil kveða kvæði ástvin minn, ástarkvæði víngarð hans. Ástvinur minn átti víngarð af frjósamri hæð. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba de que diese uvas y dio uvas silvestres. Hann stakk upp garðinn og týndi grjótið úr honum. Hann gróðursetti gæðavín við í honum, reisti törn í honum miðjum og hjó þar einnig út vínlagar þró og hann vonaði að garðurinn myndi bera vínber en hann bara muðlinga. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dæmið nú þér Jerúsalem búar og Júdamenn milli mín og víngarðs míns. Y miren la pregunta tan interesante y tan profunda que se hace en el versículo 4. Og skoðið þessa djúpu spurningu sem kemur þarna í 4. versi. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Hvað var meira aðgjört við víngarð minn en ég hafði gjört við hann? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Hví bar hann muðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Os mostraré pues ahora lo que he de hacer yo a mi viña. Le quitaré el vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. En nú vil ég kunngjöra yður hvað ég ætla að gjöra við víngarð minn. Rífa þyrnigerðið svo að hann verði etin upp, brjóta niður múrvegginn svo að hann verði tróðið niður. Haré que quede desierta y no será posada ni cavada y crecerán el cardo y el espino y aún las nubes mandaré de que no derramen lluvia sobre ella. Og ég vil gjöra hann að auðn, hann skal ekki vera sniðleður og ekki stunginu. Y el versículo 7 es la clave para entender lo que vamos a hablar en esta mañana. Og þetta 7. vers aðalversið okkar. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza. Esperaba justicia, he aquí clamor. Víngarður drottins allsherjar Ísraels hús og Júdamenn ástkær plantan hans. Hann vonaðist eftir rétti en sjá manndráp, eftir réttvísi en sjá neyðarkvein. Entonces, en la parábola de la viña que se plantó representaba ¿a quién? Þannig að hvað menti þá vínviðurinn? ¿A quién representaba? Por favor, díganlo todos. ¿A quién? Hvað var A Jerusalén, al pueblo de Israel. Muy bien. Hvað merkti vínviðurinn? Það var náttúrulega fólk Guðs, Ísrael. El vallado que circundaba la viña representaba la ley protectora de Dios. Hvað? El vallado, El the fence that was já. around the vine. Já, og þessi þyrnirunnar sem átt að verja, það var lögmál Guðs. Y el lagado era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el vino. Og vínþróin var það sem að vínberi voru sett og það til þess að kremja þau og fólk fengi vínberja safa. La torre que se encontraba ahí en medio de la viña representaba el templo de Jerusalén. Og turnin í miðjum garðinum merkti musterið sem var í Jerúsalem. Los labradores eran los inquilinos. Og þeir sem störfuðu þarna voru þeir sem leigðu garðinn.
Ellos, efectivamente, las personas de Jerusalén. Þetta fólk sem að bjó í Jerúsalem. Y los siervos que son enviados, Og þetta fólk sem að, hvað er? los siervos que son enviados Já, og þessir þjónar sem voru sendir, representaban a los profetas, a los patriarcas y a los escribas que eran los mensajeros de Dios. merkti alltaf fólk sem að Guð sendi til þess að tala til þjóðurinnar. Los frutos, que es la parte más importante en la historia, Og ávöxturinn, sem er áhugaverðasta atriði sögunar, es el carácter cristiano, el carácter de Dios, que Dios quería que ellos reflejaran primero a sus hermanos y luego el mundo. það lindisengunin sem að Guð hefur og hann vildi að fólk sitt myndi endurspegla til hvers annars og líka til heimsins. El reino de los cielos tenía que manifestarse a las otras naciones circunvecinas. Þetta himnaríki, eða þetta ríki Guðs átti að endurspegla hans kærleika til annara. Y Dios quería que su pueblo, que Israel, Og hann vildi að þjóð sín, Ísrael, llevara las verdades de Dios a todo el mundo færi með sannleika Guðs til alls heimsins. a través de un buen testimonio, Með því að gefa gott fordæmi, a través de una vida transformada. að lifa umbreyttu lífi. Entonces Dios los coloca a ellos en una buena tierra Og þannig að þeir fá þarna mjög gott land til að para, búa í, para beneficiarlos espiritualmente en todos los aspectos, svo þeir gætu vaxið og þroskast andlega para beneficiarlos económicamente, og þeir hefðu góðan fjárhag, que tuviesen todas las ventajas posibles, habidas y por haber, svo þeir hefðu nú allt til alls, que todo el mundo alrededor de ellos supiera que el pueblo de Israel era especial. svo að allir þeim að bjuggu þar í kringum þá sæju þeir veru sérstök þjóð. Y miren lo que dice Éxodo, el capítulo 19. Éxodo Og við 19. skulum fara í aðra Mósebók Y vamos a leer de Éxodo 19 a partir del versículo 3 hasta el 8. 19. kapla og 3. vers og áfram. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Já, önnur Mósebók 19:3 og áfram. Dice así: Moisés subió Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Gekk Móse þó upp til Guðs og kallaði drottin til hans af fjallinu og sagði: Svo skalt þú segja Jakobs niðjum og kunngera Ísraels mönnum. Vosotros viste lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Þér hafið sjálfur séð hvað ég hef gjört Egyptum og hversu ég hef borið yður á arnarvængjum og flutt yður til mín. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis un pueblo especial, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nú ef þér hlýðið minni röddu grandgæfilega og haldið minn sáttmála, þá skulu þér vera mín eiginleg eign umfram allar þjóðu því að öll jörðin er mín. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Og Móse fór og stemdi saman öldungum liðsins og flutti þeim öll þau orðir drottin hafi boðið honum. Y miren la reacción de los israelitas. Og sjá hvernig þau brugðust við Ísraelsmenn. Todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés le refirió esto a Jehová, las palabras que el pueblo había dicho. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði: Vér viljum gjöra allt það sem drottin býður, og Móse flutti drottni aftur orð fólksins. Dice la Biblia que todos estuvieron de acuerdo con el llamado de Dios. Og hér segir í Biblíuna að allir hafi svarað einu munni. Dios les estaba diciendo: a ellos haré de ustedes una gran nación. Og Guð hafði sagt við þá: Ég ætla að gera ykkur að mikilli þjóð. Lo único que pido de vosotros como consecuencia es que obedezcan mis mandatos, Það eina sem ég bið ykkur að gera að fylgja boðurum mínum. que guarden mis principios, Að þið fylgi meginreglum mínum. que sean fiel a todo lo que yo os he dicho. Að þið séu trú því sem ég hef sagt ykkur að gera. Ahora miremos Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 11 al 20. Deuteronomio capítulo 8. Förum í 5. Mósebók 8. kapla. Y miren bien lo que la palabra santa nos dice en Deuteronomio capítulo 8. Og skulum fara og sjá hvað Guð hefur að segja þarna. A partir del versículo 11. Frá 11. versinu í 8. kapla.
En mi Biblia dice como título amonestación de no olvidar a Dios. Og þarna stendur í titlinum að það að fylgja ekki fyrirmælum Guðs. Y dice el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Gæt þín að þú gleymir ekki drottni Guði þínum og haldir svo eigi boðorð hans, ákvæði og lög sem ég legg fyrir þig í dag. No suceda que comas y que te sacies y edifiques buenas casas y que las habites. Lát eigi þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur reist fögur hús og býr í þeim Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumentare. þegar nautgripum þínum og sauðfénaði þínum fjölgar, þegar silfur þitt og gull eykst og allt sem þú átt. Y a partir del versículo 14 está la gran advertencia. Þá skulum við sjá varúðar orðin í 14. versi. Porque se puede enorgullecer tu corazón y olvidarte de Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Lát þá eigi hjarta þitt ofmetnast og gleyma eigi drottni Guði þínum sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinum. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Sem leiddi þig eyðimörkina miklu og hræðilegu, þar sem voru eitraðir höggormar og sportrekar og vatnslaust þurrlendi og leiddi fram vatn handa þér af tinnuhörðum klettinum. Quien te sustentó con maná y te dio a comer de lo mejor de la tierra. Hann sem gaf þér manna að eta í eyðimörkinni feður þínir eigi þekktu. Amigos y hermanos, la advertencia de Dios Kæri vinir, viðvaranir Guðs, era para que ellos mantuviesen siempre presente það var svo að þeir hefðu alltaf í huga que todo lo que poseían, að allt sem að þeir höfðu, todas las ventajas allt sem að þeir áttu, venían efectivamente de Jehová nuestro Dios. kom frá Guði sjálfum. Pero resulta, amigos y hermanos, En, kæru vinir, que la palabra de Dios nos dice que ellos no reaccionaron de la forma más positiva. að Guð segir að þeir brugðust ekki við þessu á jákvæðan hátt. Hicieron exactamente todo lo contrario a las leyes divinas. Þeir gerðu akkurat öfugt við það sem að Guð hafði beðið á að gera. La palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 36 lo que ellos hicieron. 2 de Crónicas 36, Förum í aðra krónikubók 36 a partir del versículo 14. og frá og með 14. versi. La palabra nos dice, Og Guð segir, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaban en iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. þá sýndu og allir höfðingjar prestana og liðsins mikla ótrúmennsku með því að drýja allar sömu svívirðingar og heiðingjarnir og sörguðu svo mustri drottins, það hann hafði helgað í Jerusalem. Y Jehová, el Dios de los padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Og drottin Guð feðra þeirra sendi þeim stöðugt áminningar fyrir sendibóða sína, því að hann vildi þyrma líð sínum og bústað sínum. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En þeir smánuðu sendibóða Guðs, fyrirlitu orð hans og gjörðu gys að spámunum hans, uns reiði drottins við líð hans var orðin svo mikil að eigi mátti viðgjöra. La palabra de Dios nos deja ver que los hijos de Israel se desviaron del propósito divino. Já, orð drottins segir að Ísraelsmenn hafi farið frá orði Guðs Se fueron en pos de la idolatría. og þeir byrjuðu að tilbiðja líkneski Empezaron a adorar otros dioses. og byrjuðu að tilbiðja aðra Guði. Empezaron inclusive, amigos y hermanos, Þeir meira segja a hacer adoración al sol y a las deidades de los cielos. og fóru að tilbiðja sólina og annað sem var á himnum. Pero lo más doloroso En það sem var sárast es que cuando Dios le mandaba a sus profetas y a sus siervos para que los amonestaran, að þegar að Guð sendi þeim þjóna sína og spámenn sína, a unos apedreaban,
Þá voru sumir af þeim grýttir, a otros mataban, aðri voru drepnir, a otros encarcelaban, aðri voru settir í fangelsi, a otros torturaban. aðri voru pyntaðir Se negaban a escuchar el mensaje claro de la palabra de og Dios. þau neituðu að hlusta á skýrt orð drottins. Y esta fue la causa de su decadencia y castigo. Og þess vegna hnignaði þeim og þeir fengu, þeim var hengt fyrir. Finalmente, Og að lokum, la Biblia nos dice que el padre dueño de la viña manda a su hijo. sagan segir að lokum sendir eigandi vingarsins son sinn. Quizá ellos pensaban que iban a tener respeto de su hijo. Hann sagði að kannski munið bera virðingu fyrir syni mínum. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, miren cómo recibieron ellos a Jesús. Og við förum með Jóhannes að Guðspjall, Juan, capítulo 1, versículo 11. fyrsta kapla og 11. vers. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Cuando Israel no aceptó a Jesús como Mesías, Þegar að Ísrael tók ekki við Jesús sem sínum frelsara, rechazó el último ofrecimiento de amor y misericordia de Dios hacia ellos. þá afþökkuðu þeir síðustu viðleitni Guðs til þess að veita þeim kærleika sinn. Y esto ocasionó efectivamente su ruina. Og þetta olli því að þeir liðu undir lok. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, Trúarlegu leiðtogarnir á tímum Jesú, en su orgullo obstinado, vegna stolts síns, cuando el emperador les dijo, tengo 2 presos, þegar að landshöfðinginn sagði ég hérna með 2 fanga, este hombre, Jesús de Nazaret, que no ha hecho absolutamente nada, þessi maður hérna Jesús sem hefur ekki gert neitt rangt, y a este otro, que es un hombre fuerte, sedicioso, ladrón, og þessi hérna mikli glæpamaður og ræningi que le tengo mucho miedo, sem ég bara hræddu við, que se llama Barrabás. sem hétt Barabas. ¿A quién quieres que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Hverjum á ég að sleppa? Á ég að sleppa Jesús eða Barabas? ¿Y qué dijeron los israelitas? Og hvað sagði fólkið? Suéltanos a quién? Sleppið Barabas. A Barrabás. Y entonces, ¿qué quieren que haga con Jesús? Hvað á ég þá að gera við Jesús? Y ellos todos replicaron, Og þá sögðu þeir allir. crucifícale, crucifícale, crucifícale. Krossfestu hann. Ellos mismos Þeir sjálfur sögðu það. se echaron la condena. Þeir kölluðu yfir sér dóm. El emperador dijo, Já, landshöfðingi sagði, no quiero saber nada de esta sangre inocente, por lo tanto me lavo las manos. ég vil ekki eiga neitt þátt í þessu að taka þetta saklausa blóð því þægi hendur mínar. Y ellos replicaron en viva voz, Og þá sögðu þeir, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. megi blóð hans koma yfir okkur og börn okkar. Toda una nación fue condenada por el rechazo al Mesías. Heil þjóð fekk dóm yfir sig fyrir að hafna Messiasi. Toda una nación se fue en ruinas Heil þjóð hrundi por no aceptar a Jesús como Salvador. fyrir að taka ekki við Jesús sem sínu frelsara. Se terminó la misericordia de Dios para con ellos. Og þarna endaði þessi náð Guðs fyrir þjóðina. Luego fueron atacados por el ejército romano Svo komu Rómverjarnir með sinn her y dejaron de existir en la toma de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. og þeir hættu að vera sem þjóð árið 70 eftir Krist. Y de ahí en más, Og eftir það esparcidos en todas partes del mundo con conflictos y guerras. þá dreifðust þeir allar jarðir og urðu fyrir alls konar árásum. Dejaron de ser el pueblo de Dios Hættu að vera þjóð Guðs por convertirse ahora mismo en una nación que se encuentra en conflicto. í það að vera þjóð sem ætíð í einhvers konar baráttu. La aplicación espiritual para nosotros, amigos y hermanos, Hvernig getum við nýtt okkur þetta á andlegan hátt? es que Dios constantemente toca nuestra puerta. Guð, hann alltaf að banka á hjörtun okkar. Con amor y misericordia siempre nos llama a que nosotros nos arrepintamos y vivamos por Él y para Él. Með sínum kærleika og sinni náð.
Pero lo más doloroso que puede existir, amigos y hermanos, En það sem er sárast es que nosotros le cerremos la puerta a Jesús en la misma cara. að við lokum dyrunum á Jesú, beint í O que nos andlitið. pongamos nosotros como piedra de tropiezo para que otros lleguen a Cristo. Eða við séum steinn í götu þeirra sem er að leita Krists. Como iglesia tenemos muchas ventajas. Við sem kirkja, við erum með svo mikið meðbyr. Tenemos el mensaje de salvación. Við erum með þetta frelsunaráform. Dios nos ha bendecido con una maravillosa luz. Guð er búinn að blessa okkur með mikið ljós. Pero esa luz que brilla en nuestro sendero En þetta ljós sem að skín nos debe llevar a tener amor por aquellas personas que no conocen de Cristo. hjá okkur ætti að leiða okkur til þess að elska þá sem þekkja ekki Nos Krist debe llevar a tener vidas santas, queridos hermanos que me escuchen. og leiða okkur til heilags lífverðnis. Vidas consagradas a Dios. Að við mættum vera algjörlega gefin Guði. Para que las personas que están a nuestro alrededor Svo fólki sem að býr í kringum okkur sean atraídas a Cristo a través de nuestro mensaje. laðist að Kristi fyrir boðskap okkar. Quiero terminar, amigos y hermanos, leyéndole Jeremías 31:3. Ég ætla að lesa úr Jeremía 31. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremía 31:3. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Úr fjarlægð birtist drottinn mér, með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. La misericordia de Dios sigue extendida para usted y para mí en el día de hoy. Þessi elska og miskun drottins, hún er ennþá til staða fyrir okkur. Y se ha extendido también, amigos y hermanos, y se ha extendido también Já, og hún hefur líka náð til para estas 8 personas que hoy han tomado su decisión de venir a Jesús. þessa 8 einstaklinga sem eru að fara að gefa Jesú hjarta sitt. Cada uno de ellos con vidas distintas, Hver einn af þeim er með ólíkt líf con conflictos diferentes, og ólíka baráttur í sínu lífi con bagajes de vida distintos. og með alls konar byrðar, Pero estoy seguro en ég er alveg viss que el llamado de la misericordia de Dios að þegar að drottinn kallar nos ha alcanzado a ellos hoy. með sinni náð Porque quieren tomar una decisión por Cristo Jesús. þá segja þau já, ég vil taka ákvörðun með Kristi. Ahora mi pregunta para la iglesia. Og mér langar að spyrja ykkur sem kirkju, ¿Cuánto más hversu lengi queremos nosotros viljum við que el cielo siga insistiendo en nuestras vidas? að himinin sé ennþá að banka á dyrnar hjá okkur? Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, Biblían segir ef þið heyri rödd hans no núna endurezcáis vuestro corazón. í dag, ekki herða þá hjarta þitt. No endurezca su corazón, Ekki herða hjarta þitt. porque no sabemos el tiempo de gracia hasta cuándo será. Því við veitum ekki hvað náðatíminn er lengi. Hoy estamos de fiesta, Í dag er mikil hátíð, pero esa fiesta se puede prolongar también con su decisión en hátíðin getur haldið áfram með þinni ákvörðun. de que usted decida hoy seguir a Jesús de todo corazón, Að þú í dag tekur ákvörðun vivir sus principios, að fylgja Jesú og fylgja hans, consagrarse a Él y que la gloria de Dios se deje ver en su vida, hans lögum og að vera helguð honum. para que otras personas Svo að aðrir que no conocen de Dios sem að þekki ekki Guð les encante su mensaje finnist þessi boðskapi y dásamlegur quieran seguir a Cristo og vilji fylgja Jesú porque usted también le sigue a Él. vegna þess að þú fylgir honum einmitt. Que Dios los bendiga. Megi Guð blessa ykkur. Gleðilegan hvíldadag. Feliz sábado. Það er gott að sjá okkur öll sömul Es muy bueno ver a todos ustedes aquí og líka við svona gleðilegt tilefni. y también de una ocasión tan linda. Við ætlum, nú er komið að því að
skírnarathöfnin sjálf taki við Ahora vamos a empezar la ceremonia del bautizo. og mér langar til að biðja skírnaþegana til að koma hingað upp. Quiero pedir que los que van a bautizarse que vengan aquí hasta adelante. Því það sem að ég ennþá að jafna með því ég eiginlega hálflasinn. Todavía me estoy mejorando porque he estado enfermo en esta semana. Þá ætla ég að spara það að vera að grípa í hendur og faðma fólk í dag. No les voy a dar la mano y tampoco los voy a abrazar, Eins erfitt og það verður. aunque me va a costar mucho trabajo no hacerlo. Para no contagiar. Ó, við skulum þá að hinkra aðeins. Ert þú með hérna á spænsku? Já. Lestur. Ég skal lesa það. Já, ok. Já, ég ætla að lesa upp nöfnin þeirra sem að fara að skýrast núna. Quiero leer los nombres de los que están aquí hasta delante de ustedes. Es Marcos y Oriana y Yeimar, Darwin, Lorena, José, Fernando y Wasim. Þá ætlum við að lesa með þeim og spyrja þau skírnarheitin. Ahora vamos a leer los votos bautismales. Og þetta eru skemmri skírnarheitin og þetta eru 3 spurningar eða það getur verið margar spurningar í sömu spurningunni samt. Es el voto más corto y hay varias preguntas en una pregunta, en las 3 preguntas. Og við langar til að spyrja ykkur öll sömul. Quiero preguntarles a todos ustedes que están aquí parados adelante de todos. Ég les bara hverja spurningu fyrir sig í heild sinni og svo endur tekur Vigdís það á spænsku. Y voy a leer cada pregunta y luego Linda lo traduce. Veitir þú viðtöku Jesú Kristi sem persónulegum frelsara og drottni þínum og óskar þú að lifa í frelsandi tengslum við hann? ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Já, þau segja já. Viðurkennir þú kenningur Biblíunar eins og þær eru setta fram í grundvallar kennisetningum 7. adventista og heitir þú því fyrir náð Guðs að lifa í samræmi við þær kenningar? ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y promete por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? Amen. Æskir þú að taka skírn og sýna þannig opinberlega að þú trúir á Jesú Krist og óskar þú að sameina samfélagið safnaða 7. adventista og styðja það í ætlunarverki sínu sem trúr rásmaður með áhrifum þínum, tíund og gjöfum og þjónustu. ¿Desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Amen.
Þá ætla ég að biðja ykkur að krjúpa með mér og biðja ykkur að rísa á fætur sem í salnum. Quiero pedirles que se pongan de pie, todos los que están aquí en la iglesia, pero nosotros aquí hasta adelante que nos pongamos de rodillas. Vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir þá miklu gleði te agradecemos por tanta felicidad que nos das. að fá að vera vitni af því að 7 einstaklingar að gefa líf sitt til þín. De ser testigos de estos 7 individuos que quieren dar su vida a ti. Kæri himneski Faðir, ég bið þig að blessa hvert eitt og sérhvert þeirra. Te pido que bendigas cada uno de ellos, Ég bið þig að leiða þau og vernda. guíalos, protégelos. Ég bið þig að heilagur andi þinn megi vera með þeim. Te pido que el Espíritu Santo esté con ellos. Ég bið þig að þú megir hjálpa okkur að styðja þau í trú. Ayúdanos a apoyarlos en su fe. Og kæri Faðir, ég bið þess að þau megi ná til annara. Y yo te pido que ellos alcancen a otros, Að þau megi einnig gefa þér líf sitt. que ellos también te den su vida. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, það svo fallegur hlutur að gefa þér líf sitt. es una bella acción dar la vida a ti. Kæri Faðir, við biðjum þess að þessi dagur megi vera ávallt í minni þeirra. Te pido que este día sea siempre en su mente Sem nýtt upphaf como un nuevo principio af lífi með þér. de una vida contigo. Kæri Faðir, ég bið þig að þú megir halda áfram að styðja þau og göngu sinni með þér. Querido Padre, sigue apoyándolos en el camino contigo, Og þeir megi vaksa í trú. que ellos puedan crecer en fe Allt þar til að þú kemur hasta que tú regresas að sækja okkur heim. para llevarnos a casa. Kæri himneski Faðir, mig langar líka til þess að biðja sérstaklega fyrir þeim sem eru hér í dag Querido Señor, también quiero pedir a todos los que están aquí presentes og heyra að það verið að banka á hjörtu þeirra. y que escuchen cuando tú tocas su corazón. Kæri Faðir, þú þvingaðir ekki inn í líf okkar, Querido Padre, tú no te fuerzas a entrar a nuestra vida, heldur býður þú eftir því að við opnum og hleypum þér inn. pero tú esperas a que nosotros te dejamos entrar. Kæri Faðir, við biðjum þig að aðstoða okkur og hjálpa okkur að gefa þér á hverjum degi. Querido Padre, quiero pedirte que nos ayudes a darte a ti cada día. En kæri Faðir, ég biðja líka sérstaklega fyrir þeim sem að heyra í Kristi banka á hjarta sitt. Nuestra vida. Y te pido también que estés con todos los que tú estás tocando la puerta de su corazón Til að gefa líf sitt þér í fyrsta sinn para que ellos te den su vida por primera vez. eða endur nýja aftur. O quieran renovar sus votos contigo. Kæri Faðir, ég bið þig að vera með okkur öllum hér También te pido, Padre, que estés aquí con nosotros todos og ég bið þig að blessa þessa stund og þessa skírnarathöfn. y bendice este momento y esta ceremonia Í Jesú nafni. en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén.
puedo hacer las dos cosas, si quieres. Núna ætlum við að hafa skírnarathöfn Vamos ahora a tener la ceremonia de bautizo. og við höfum þá hefð eins og þið kannski þekkið sum og kannski einhverju nýjir sem að þannig ætla aðeins að útskýra. Algunos de estos individuos los conocen y algunos tal vez no. Quiero explicar. Að við munum lesa upp nafn viðkomandi Vamos a leer el nombre del individuo og Ómar ætlar aðeins að kynna hvern og einn y Omar quiere introducir a cada uno. og síðan syngjum við alltaf inn á milli Y, en- hverja skýr y entre cada bautizo cantamos una estrofa del himno. úr skírnarsalminum Svo aumur sem ég er. Este es el himno Svo ömur sem ég er en islandés. Það er hérna bæði á spænsku og við syngjum líka einhverju erindi á ensku. Está en islandés, en español y unos cuantos están también en inglés. Þannig að án þess að lengja mikið meira þá þegar við Vigdísum að segja fyrsta nafnið og biðja Ómar að koma upp að kynna. Entonces voy a decir el primer nombre y Omar va a introducir. Entonces el primero que va a bautizarse es un querido amigo, Marcos. Muy bien, Marquito, vení para acá, por favor. Komdu hérna Marcos. Bueno, yo quiero, amigos y hermanos, que conozcan a Marcos. Ég vil að þið þekki hann Marcos, kynnist honum. Quiero ver las manos de quienes van a orar por Marcos. Hver alltaf að biðja fyrir Marcos? Este chico tiene 28 años, Hann 28 ára, es cocinero, hann eldar, muy trabajador, hann vinnur mikið, buena persona y amigable. hann mjög vingjarlegur og góður. Tenía una base de haber conocido a Jesús en República Dominicana Hann kynntist Jesú í dóminiska liðveldinu porque asistía a otra iglesia evangélica en la cual aprendió los principios básicos de la Biblia. og þar kynntist hann í svona evangelískri kirkju undirstöðu atriðum kristninnar. Y estuvo con nosotros en los seminarios de Asbury Og hann var með okkur út á Ásbrú á námskeiðinu þar y 3 veces en la escuela haciendo el mismo seminario bíblico. og hann fór á öll 3 mótin út á Hlíð og hann var allir Así que tomó con toda convicción la decisión de seguir a Jesús. og hann tók þessa stóra ákvörðun að fylgja Jesú. ¿Quiénes le dan la bienvenida a la iglesia? Hver alltaf að bjóða hann velkominn? Bueno, gloria a Dios. Já, lof sé Guði. My friend Marcus, Mi amigo Marcos, Kæri vinur, today, estamos felices hoy porque I'm just mixing the language. já ég aðeins að blanda saman tungumálunum. I'm just happy because you accept Jesus as your Savior. Ég er glaður að þú tókst við Jesú sem þínu frelsara porque has aceptado a Jesús como Salvador. And at this moment, I baptize you Ég skýri þig in the name of the Father, í nafni föðurins, in the name of the Son Jesus Christ, í nafni sonarins Jesú Krist and the Holy Spirit. og heilags anda. Amén. El próximo nombre es de una querida amiga, Oriana. Kæri vinkona, Oriana.
Oriana. Bueno, gloria a Dios por Oriana. Lof sé Guð fyrir Orjánu. Está aquí con su pequeña hijita de 2 años. Hún hérna með 2 ára dóttur sinni. Y también está la familia, la hermana, el cuñado. Já, og þarna fjölskyldan. Bueno, muy bien. Y estamos muy felices de la decisión que ella ha tomado. Við erum svo glöð yfir þessari ákvörðun hennar. Ella es una mujer que necesita mucho de nuestro apoyo. Þetta kona sem þarf miklu stuðningi okkar að halda. Es una persona muy inteligente y sé que va a ser de gran bendición para nuestra iglesia. Hún mjög gáfuð og hún mun vera mikill fjársjóður fyrir þessa kirkju. Estuvo en el seminario y tomó su decisión por Jesús. Hún var á námskeiðinu hjá okkur og tók ákvörðun að fylgja Jesú. En la convicción del conocimiento previo de la palabra. Hún var með þekkingu fyrir áður en hún kom til okkar á orði Guðs. Y también de todo lo que aprendió con nosotros. Og hún lærði ennþá meira hjá okkur. Así que hoy tenemos el privilegio de darle la bienvenida a la iglesia. Og nú erum við með þau forréttindi að bjóða hana velkomin hérna í þessa kirkju. Dios te bendiga, amor. Pasa. Gjörðu svo vel. Oriana. We have the privilege to baptize Oriana today. Tenemos el privilegio de bautizar a Oriana el día de hoy. Við erum með þau forréttindi að skýra Orion í dag. And she's here just to show you that Jesus is her Lord. Está aquí para mostrarles que Jesús es su Señor. Hún hér til þess að segja við alla að drottin hennar Herra. And that she accepts him and wants to live with him forever. Y ella acepta a él y quiere vivir con él para toda la vida. Hún tekur við honum og vill vera með honum alla ævi. Dear Oriana, Querida Oriana, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya, og næstur kemur el próximo es Darwin, un querido amigo mío. Muy bien. Kæri vinur. Darwin es un joven de 19 años. Darwin ungur, hann 18 ára. Y yo le doy muchas gracias a Dios por haber tenido el privilegio de poder pasar mucho tiempo con él en la academia. Ég mjög þakkláttur fyrir að hafa varið miklu tíma með honum þegar við vorum á Hlíðardalsskóla. Compartimos mucho de la palabra de Dios. Og við deildum orði Guðs með hvorum öðrum. Y puedo dar testimonio que es un joven consagrado al Señor. Og ég get votta það að þessi maður helgaður Guði. Él, su hermano y su cuñada han decidido dar la vida a Jesús. Hann og mákonans og bróðir eru búin að taka ákvörðunum að fylgja drottni í skírn. Ellos hoy no pudieron bautizarse porque primero se van a casar. Þau geta ekki skýrst í dag vegna þess að þau eru ekki búin að gifta sig. Pero vamos a tener una hermosa fiesta después porque los 3 jovencitos han decidido darle todo a Jesús. En það mun bráðum vera veisla því að þau öll 3 eru búin að gefa Jesú hjarta sitt. ¿Quiénes se comprometen a orar por él para que en su juventud dé lo mejor por Dios? Hverju vilja biðja fyrir honum ¿Y quiénes le dan la bienvenida a la iglesia? og hverju vilja bjóða hann velkomin? Gloria a Dios. Lof sé Guði. What a privilege to baptize Darwin today. Mikil forréttindi að skýra Darwin í dag. Es mucho privilegio bautizar a Darwin el día de hoy.
And he is showing to you too that he accepts Jesus as his Savior. Él está mostrando ahora que él ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hann búinn að sýna ykkur að hann tekur það ákvörðun að fylgja Jesu Kristi. And dear Darwin, Querido Darwin, kæri Darwin, as you have accepted Jesus as your Savior, como has aceptado a Cristo como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Næsta nafn Yeimar, una amiga mía, Yeimar. No, muy bien. Pero te reciben con aplausos, Jaymar. Það er verið að klappa fyrir henni. Jaymar es una gran mujer Þetta mikil kona. que tuve el privilegio de conocer hace poco, tiene 27 años. Hún 27 ára og við vorum að kynnast fyrir stuttu. Una líder innata. Þetta mikill leiðtogi í sér. Tiene una influencia supremamente grande sobre las demás personas. Og hún hefur mikil áhrif á annað fólk í Y kringum sig. Dios ha tocado su corazón Guð búinn að snerta við hennar hjarta para que siga a Cristo y se bautice en la iglesia. svo að hún fylgi Jésu og komi í kirkjuna. Les pido por favor que oren por ella Ég bið ykkur að biðja fyrir henni y que le permitan a Jaymar ejercer ese liderazgo innato que tiene dentro de la iglesia. og megi hún nýta sína miklu hæfileika hér innan kirkjunar. ¿Quieren dar la bienvenida en la Hverju casa vilja del bjóða hana Señor? velkomna? Muy bien, bienvenida. Dios te bendiga, mi amor. Today, Jamar is showing to you also that she loves Jesus. Hoy Jaymar también está mostrando que ella ama a Jesús. Jaymar líka að sýna það í dag að hún elskar Jesús. And then today is starting the new journey with Jesus toward heaven. Hoy está empezando un viaje hacia el cielo. Hún í dag að hefja ferðalag til himins. And as you accept Jesus as your Savior, Y como tú aceptas a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Og nú komið að honum José og Fernando, þau eru bræður. José bien. y Fernando son hermanos. Bueno, aquí tenemos un par de hermanos. Vamos a bautizar primero al menor hoy. Við ætlum að skýra fyrst yngri mannin. ¿Cuántos años tenés? Un joven de 21 años, Hann 21 árs estudiante de comercio exterior, og hann hefur verið að læra viðskiptafræði venezolano también, obviamente, og hann augljóslega frá Venezuela. que ha conocido de Dios y ha decidido seguir a Cristo. Og hann hefur ákveðið að fylgja Jesú Kristi með þessar Y ákvörðun. damos fe que durante los seminarios Og við höfum séð á þessum námskeiðum
Estuvo muy atento estudiando las Sagradas Escrituras, og hann var mjög áhugasamur þegar við vorum að rannsaka ritningarnar muy interesado y con buenas preguntas sobre la Biblia. og var með mjög góða spurningar varðandi Biblíuna. Y ha decidido entregar su vida hoy a sus 21 años a Jesús. Og hann 21 árs er búinn að ákveða að gefa Jesú sitt líf. ¿Quiénes se comprometen a orar por él Hver er alltaf að biðja fyrir honum y darle la bienvenida a la iglesia? og bjóða hann velkominn. Que Dios le bendiga. Með Guð blessa hann. I'm glad today to baptize Fernando Estoy muy feliz de bautizar a Fernando y er mjög glaður að fara að skýra a Fernando because Jesus now lives in his heart. porque Jesús ahora vive en su corazón því að Jesús býr nú í hjarta hans. And they decided to go together. Y ellos han tomado la decisión de viajar juntos. Þeir hafa tekið ákvörðun að ferðast saman. Following the same road toward heaven. Ir el mismo camino al cielo, fara sama veg til himna. And I ask God to strengthen you. Pido que Dios te dé fortaleza y pido að Guð gefi þér styrk. And at this moment I baptize you. Y en ese momento te voy a bautizar. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, el hermano. José. Bueno, ya todos ustedes conocen a José. Já, þið þekkjum náttúrulega öll José. ¿Quién se ha deleitado con la música que Dios le ha enseñado a este muchacho? Hver búinn að njóta Qué tónlistarins? tremendo don, qué tremendo talento. Gloria a Dios. Hann með mjög mikinn hæfileika. Y nos alegra mucho que hayas tomado tu decisión por Jesús Og við erum glöð að þú hefur tekið þessa ákvörðun fyrir Jesús. y entregar también tus dones y talentos al servicio de la iglesia. Og að gefa þínar gáfur og hæfileika til kirkjunar. Yo sé que todos nosotros, todos, absolutamente los que estamos aquí, estamos muy felices por tu conversión. Ég veit að við erum öll svo glöð hérna inni fyrir það að þú hefur ákveðið að snúa hjarta þínu til Guðs. José es un joven de 23 años, Þetta 26 años, perdón, ungur maður 26 ára. que es abogado Hann lögfræðingur y tiene muchísimos talentos y mucha inteligencia también para podernos beneficiar como iglesia. Hann með mikla hæfileika og mikla gáfur sem munu nýtast þessari kirkju vel. Y gloria a Dios, en esta mañana Lof sé Guði í dag. ha decidido entregar su vida a Jesús juntamente con su hermano. Og hann búinn að taka ákvörðun að fylgja Jesú ásamt bróður sínum. ¿Quién le damos la bienvenida a la iglesia? Hver ætla að bjóða hann velkominn? Dios te bendiga, hermano. We are happy today about Jose. Estamos felices por José. Y við erum glöð fyrir José. I just baptized his brother. Acabo yo de bautizar su hermano. Ég var að skýra bróður hans. We see that the family is united with Jesus. Vemos que la familia está unificada con Jesús. Við sjáum að fjölskyldan sameinuð í Kristi.
They want to follow Jesus together. Ellos quieren seguir a Jesús juntos. Þau vilja fylgja Jesús saman. And that's very good because one can strengthen another. Esto es muy bueno porque así uno puede fortalecer el otro. Þannig getur maður styrkt hvort annað. And I'm happy today about that. Estoy feliz por eso. Ég er glaður vegna þessa. Jose, as you accept Jesus as your Savior, José, como tú aceptas a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Já, þá er komið að Lorenu. Lorena, pasa adelante. Querida amiga, kæra vinkona. Bueno, qué alegría enorme poder presenciar el bautismo de esta gran mujer. Mikið er það gleðilegt að sjá að þessi kona er að fara að skýrast. Ella está aquí con toda su familia. Hún er hérna með allri fjölskyldinni. Queremos ver las manos de ellos. Má við sjá hendurnar á fjölskyldinni. Bueno, muy bien. Ahí están sus 3 hijos Þarna y eru sín nosotros que son adoptados, ¿no? og þarna eru synirnir og dóttirinn og þínir sem þú ert También, búin að... claro que sí. Já, þú líka. Og allir hinir sem þú ert búin að ætliða. A Agustín, a Fabiana y también a Nene los tuvimos en el seminario. Þetta var allt fólk sem var með okkur á námskeiðinu á Hlíðardalsskóla. A Leonardo el Yerno, obviamente. Og Leonardo, hann var þarna, já. Y hoy ella ha decidido seguir a Jesús, Og í dag hefur hún tekið ákvörðum að fylgja Jesú. teniendo una base y un conocimiento previo de la palabra de Dios Hún var með þekkingu á Guði fyrir y con muchos deseos de continuar en la senda de la salvación, og hún hefur mikla þrá að halda þessari göngu áfram og fá frelsun. convencida de que ha encontrado la verdad a través de lo que le hemos enseñado. Og hún er sannfærð það að hún er búin að finna sannleikan samkvæmt því sem við höfum verið að kenna henni. Y nos sentimos muy felices de darle la bienvenida en la iglesia. Og við erum mjög glöð að bjóða hana velkomna í kirkju. Og Fabiana, pasa allá. She also accepted Jesus. ella también acepta a Cristo Jesús. And we see the church witnessing this beautiful moment of her life. Y vemos que la iglesia está viendo este momento tan bello en su vida. Við sjáum að við, sem kirkja þessa fallega stund í hennar lífi. And also the family that are here. También la familia, einnig fjölskylda hennar. So as you accept Jesus as your Savior, Lorena, Como tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Lorena, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Og svo að lokum, al final, Wasim. Bueno, ¿quiénes han escuchado la expresión Hver hafi heyrt, hvert ykkur hefur heyrt que existen milagros? að það er til kraftaverk?
Y hoy vemos un milagro fehaciente aquí con ustedes. Hérna sjáum við kraftaverk fyrir framann ykkur. Porque este joven de 19 años, Því að þessi 19 ára drengur, así como ustedes lo ven es venezolano, parece de aquí, de los venezolanos. þið sjáu eins og hann gæti nú alveg verið hérðan, en hann samt frá Venezuela. Él ha decidido seguir a Cristo. Hann búinn að taka þá ákvörðun að fylgja Kristi. Y me dice que desde el día de ayer sintió una impresión muy grande en su corazón Hann fann fyrir því í gær að það var þrýst mikið á hjarta hans de darle un rumbo total a su vida. að snúa lífi sínu algjörlega við. Todos nosotros en el campamento lo conocimos muy bien. Við náðum að kynnast honum ágætlega á námskeiðinu á Hlíðardalsskóla. Pero hoy él ha decidido En í dag hann búinn að taka þá ákvörðun que su vida tiene sentido con Dios. að líf hans með einhvers konar tilgang hjá Guði. Y quiere de todo corazón Og hann vill af öllu hjarta que por favor todos nosotros lo apoyemos en sus luchas. að við styðjum hann í þeirri baráttu sem hann á við Que le demos siempre palabras de afirmación para que siga en Jesús. og að við gefum honum hvatningarorð svo hann haldi áfram með Jesú Que le demos abrazos de todo corazón como miembros de la iglesia, og að við föðmum hann innilega sem meðlim kirkjunar haciéndolo sentir siempre cómodo en nuestro medio y bienvenido a nuestra iglesia. og að honum líði vel innan okkur og hann sé alltaf velkomin hér. Quienes toman la decisión de amarlo y de aceptarlo así como él es Og við þurfum að taka honum eins og hann og elska hann þannig y permitir que Jesús siga haciendo transformaciones en su corazón. og að Jesús geti unnið í hjarta hans. Bueno, Dios te bendiga y bienvenido. Megi Guð blessa þig. We are happy also for Wasim. También estamos felices por Wasim. He is showing to you that he loves Jesus of all his heart. Él está mostrando que él ama a Jesús de todo corazón. Hann að sína, hann elskar Guð af öllu hjarta. He now is making a connection for his eternal life with Jesus. Ahora él está haciendo una conexión para la vida eterna con Jesús. Hann að tengjast Jesú til eilífs lífs. And as you have accepted Jesus as your Savior, Ya así como has aceptado a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. What a beautiful moment. Mycket verdad falleg stund. Qué bello momento que tuvimos aquí. And we know that there is happiness in heaven. Vi vitum að það gleði á himnum. Sabemos que hay mucha felicidad en el cielo ahora. Every time someone accepts Jesus as his Savior, Alltaf þegar einhver tekur á móti Jesú Krist, siempre cuando alguien recibe a Jesucristo, he is breaking his connection with the world þá hann að brjóta samband sitt við heiminn, está rompiendo la conexión con el mundo and his name is written up in heaven. og tengist hann himminum í staðinn, y se conecta con el cielo. And I know that some people here want to also to do this baptism, accepting Jesus, show that he accepts Jesus as his Savior. Yo veit að það einhverju hérna inni sem vilja taka við Jesús Cristo sem sinu frelsare. Yo sé que hay alguien aquí que también quiere tomar ese paso de aceptar a Cristo como su Salvador. And we want to pray for you at this moment. Y queremos orar por ti en este momento. Við viljum biðja fyrir þér á þessari stundu. We have short time. Það ekki mikil tími, no tenemos mucho tiempo.
we see that the world is coming closer and closer to the coming of Jesus to this earth. Estamos viendo que el tiempo se acerca, que Jesucristo regresa a esta tierra. Við sjáum að það stutt í það að Jesús komi aftur. And if you are here when Jesus comes, you can look up to heaven and see him coming in glory in the sky of heaven. Og þegar hann kemur þá getið litið upp til hans og séðan þegar hann kemur í skíum himmelsis. Y cuando él viene, vamos a poder mirarlo a él cuando viene en las nubes del cielo. If you are in Brazil, if you are in Venezuela, if you are in the United States, if you are in Argentina, you can see Jesus coming also. Estando en Venezuela o en Brasil o en donde sea, podemos ver a él venir. Við getum séðan hvaðan æfa, hvar sem við erum í heiminum. But you have to be ready. En við þurfum að vera tilbúin, necesitan estar listos. We have to do a pact with Jesus and say, I love you and I want to live with you. Tenemos que hacer un pacto con Dios y decir, quiero aceptarte y quiero vivir contigo. Við þurfum að gera sáttmála við Guð og segja, já, ég vil vera með þér, Guð. Is anybody here that has not yet baptized and is thinking in baptizing in the future? ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado y está pensando en bautizarse en el futuro? I want to see just the hand. Quiero ver las manos. Einhver hér inni sem að hefur hyggju að skýrast en hefur ekki Praise God ennþá for your gert það? decision. Já, lofsi Guði fyrir ákvarðanar. Bendito sea Dios por estas decisiones. You that are near them, ¿Alguien más? please greet them and say, God bless you. Please, you can stand up and greet them that stand. Lift the hand up. Já, vinsamlegast heilsi þeim sem voru að taka þessa ákvörðun og sí, hay que saludar a todas esas personas que tomaron esa decisión. Anybody else want to get baptized? ¿Alguien- In the future? alguien Not más? today, I'm not baptizing today, in the future. ¿Alguien más quiere ser bautizado en las próximas semanas? You that lift up your hand, please, I would like to pray for you. Can you come? Todos los que levantaron la mano, por favor, vengan aquí hasta adelante y vamos a orar por ustedes. You that lift up your hand, Ustedes que levantaron la mano, por favor, vengan hasta adelante aquí para que Ose ore por ustedes. Amén. praise God for your decision. Lofse Guði, bendito sea Dios por su decisión. Is anybody that is thinking but didn't have the courage to stand up? ¿Hay alguien aquí pensando en eso, pero no tiene el valor de pararse aquí? Is the Holy Spirit talking to you at this moment? Heilagur Andi að tala til einhvers annars hérna inni? Está hablando el Espíritu Santo a ustedes aquí? Please, we're just going to pray for you today. Solamente queremos orar por ustedes, no bautizarlos ahorita mismo. Við ætlum ekki að skýra okkur akkurat eins og við ætlum bara að biðja fyrir. Please pray. Jose, come. Jose, I'm helping them. They are wanted. I know it. ég veit að þau vilja, sé que estos dos quieren bautizarse, vénganse por favor. I want to ask Omar to pray for them, please. Le vamos a pedir a Omar que ore por ustedes, por ellos. Oremos. Vamos a orar. Já. Soberano y amante Padre que está en el cielo, Kæri himneski faðir, te damos gracias porque nuevamente, oh Padre Celestial, við þökkum þér, himneski faðir, nos sorprendes en gran manera al tocar los corazones de estos tus hijos fyrir að hafa snert hjörtum þessara barna þinna que hoy han decidido por ti y por tu verdad. sem hafa tekin ákvörðun að skýrast. Te ruego que los guardes en tu amor. Ég bið þig að þú passir upp á þau í kærleika þínum. Todos y cada uno de ellos te conocen y han estudiado tu palabra. Þau þekkja þig og þitt orð. Y te pido que fortalezcas la decisión que han tomado con tu Santo Espíritu Ég bið að styrkja þau í þeirri ákvörðun sem þú tekið með þínum heilaga anda. para que luego puedan, oh Señor, entrar al reino de los cielos a través de este acto bautismal. Svo að þau geti svo síðan meir farið inn í himinin vegna þessa sáttmála sem þau eru að gera. Bendice sus familias, Blessaðu fjölskyldur þeirra. fortalécelos como son, Señor, Gefðu þeim öllum styrk. y dales el poder del Espíritu Santo Þú gefa þeim heilagan anda.
Y que comprendan, Señor adorado, que aquí en tu iglesia tienen una familia y una contención emocional y espiritual. Og að þau megi skilja að hér í þessari kirkju eiga þau fjölskyldu. En el nombre glorioso de Jesús, Í amén. nafni Jesú Krists. Amen. Við erum svo þakklátt fyrir þennan stund. Estamos tan felices por este momento tan agradable. Við erum ánægð með að fullt af fólki er búin að taka á móti Jesúm Krist. Estamos felices que muchos han aceptado a Cristo como su Salvador. Það hjálpa okkur til að muna að við líka tókum svoleiðis ákvörðun fyrir mörgum árum. Y eso nos ayuda también a acordar que nosotros también tomamos esa decisión hace muchos años. Og Jesús lifir enn. Y Jesús todavía vive. Við ætlum núna að syngja 2 lög. Vamos a cantar ahora 2 himnos. Því flesti ykkur eru komna fram. Algunos ya están todavía afuera vestiéndose. Svo við ætlum að syngja hérna 384. Vamos a cantar el número 384, Fija tus ojos en Cristo. Gæðu gætir að Jesú. Ég er mjög glöð í dag. Estoy muy feliz el día de hoy. Ég á systur hér í salnum. Ahora tengo una hermana aquí en esta iglesia ahorita Og við götum sangið á dönsku y í dag. pudimos cantar este himno en danés juntas. Og það gleður mig. Y estoy muy feliz por eso. Svo ég skil ykkur sem eru að koma hérna frá öðru landi. Así que yo los entiendo a ustedes que vienen de otro país. Það áskorun, Es difícil, en það tekur á og það gleður manni í endan. pero los resultados nos dan felicidad al final. Við viljum halda áfram að syngja eitt lag til viðbótar. Vamos a cantar otro himno, Það er 361, Drottin er skjól. 361.
bajo sus alas. Ég held að við verðum að halda áfram að syngja eitt lag til viðbót og þangað til að allir eru komnar, líka Ósi. Vamos a seguir cantando, todavía hay gente vistiéndose. Við skulum syngja 210, Vamos a cantar el 210. Þú himindjúpa. Sublime gracia. Su
skýrna þegar að koma hérna upp. Og það mun vera bæn hérna uppi, þar sem Ómar ætlar að biðja fyrir ykkur. Vamos a... allir komnir? Já, það allir komnir. Vamos a pedir a los que bautizaron que vengan aquí hasta adelante. Og við ætlum að biðja Ósi líka að koma. También queremos pedir al pastor Osi venir. Og Ómar ætlar nú að biðja fyrir ykkur. Hvað Ósi? Hann ekki ennþá að klæða sig? Nei, hann var að labba hérna. Já, hann að koma. Osi ya viene en camino. Skulum hérna kalla einu sinni enn að Ósa. Osi, ¿dónde está Osi? Ahí está. Þá ætlum ég að biðja hérna Ómar að hafa bæn þegar skýrna þegar og við hinn kannski öll að krjúpa. Vamos a pedirle a Omar que ore por los que bautizaron, los que se bautizaron. Before the prayer, I want to take a picture of them. Who is it? Before, já, antes de que oremos, quiero una foto. Ég vil fá eina mynd áður en við biðjum fyrir þeim. Qué lindos todos. Bueno, muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Við ætlum að biðja saman núna. Já. Nuestro amante Padre Celestial, Kæri faðir, þú sem ert á himnum, las palabras, Señor, no alcanzan við höfum ekki orð para expresarte nuestra máxima gratitud til að lýsa þau mikla þakklæti sem við finnum fyrir por este maravilloso privilegio que nos has dado vegna þessara forréttinda sem við höfum fengið frá þér. de trabajar por ti y para estas lindas personas que hoy han tomado la decisión por ti. Að fá að starfa fyrir þig og ná til þessa yndislega fólk sem stendur hér í dag. Te damos gracias, Señor, por traerlos a Islandia a escuchar tu palabra. Ég þakka þig fyrir að hafa komið með þau hingað til Íslands til þess að heyra þitt orð. Te pedimos que sus vidas estén consagradas a ti Megi líf þeirra vera helgað þér. y que lo den todo, Señor, para Cristo y para su iglesia. Að þau megi gefa allt til Krists og kirkjunar. Fortalécelos en la fe. Viltu styrkja þau í trúnni? Llénalos, por favor, del poder del Espíritu Santo. Viltu fylla þau af þínum heilaga anda? Y haz que sus vidas sean limpias Og megi líf þeirra vera hrein y un testimonio vivo de tu verdad al mundo que no te conoce. og sína með verki þig í heimi þar sem að þú ert ekki þekktur. En el nombre glorioso de Jesús. Í nafni Jesú Krists. Amén. Amen. Bueno, antes de que ellos pasen allá adelante, atrás, perdón, Koma. antes de que ellos se sienten, Já, áður en að þau fá sér sæti, quisiera decirles de todo corazón þá langar mig að segja við ykkur, que en muchas ocasiones nosotros no conocemos los caminos de Dios. þá vitum við, það er oft þannig að við þekkjum ekki vegi Guðs. Porque ustedes vinieron todos y cada uno Þið komið eitt og sér hvert a este país con un propósito. til þessa lands með einhvern ásetning. No solo como refugiados, sino también a encontrar paz. Ekki endilega sem flóttamenn, heldur líka fólk sem að leitar friðar. Pero la palabra de Dios dice En orð drottins segir que la mejor paz que pueden tener en sus corazones hinn mesti og besti friður sem maður getur haft í hjörtum sér es la paz que Cristo les da. þessi friður sem Kristur gefur. Y si ese fue el único propósito que Dios permitió por el cual hoy estén aquí, Og ef að þetta var eina ástæðan fyrir ykkur að koma hingað, creo de todo corazón que valió la pena. að þá trúi ég innst í hjarta mínu og það var svo sannarlega þess virði. Porque Dios tiene un propósito para todos y cada uno de ustedes. Af því að Guð er með sérstök áform fyrir hvert eitt ykkar. Aunque el propósito por el cual ustedes vinieron no se cumpla, Þó sé að þið hafi kannski einhvern ásetning og það kannski gangi ekki eftir. lo que han hecho en el día de hoy Það sem þið gerðið í dag, es el mayor tesoro que se podrán llevar a cualquier parte. þetta er besti fjársjóðin sem þið getur tekið með ykkur hérðan. Ahora el mensaje también es para ustedes, amigos y hermanos que me escuchan. Og þið, kæru vinir sem eru hér, Hay mucha tensión por todo el tema de los papeles.
Það mikið örvænting í kringum það að fá kennitölu, Pero si Dios permitió que usted viniera en Guð leyfði það að þið kemur hingað. solamente para que afirme su fe en Él, Bara að þið myndu þá koma og gefast Guði, valió la pena. þá það þess virði að koma hingað. Y alabado sea su nombre. Lofa sé nafn hans. Dios los bendiga. Vamos a esperar tantito. Vamos a esperar tantito. Oriana y Jaimar, les queremos dar. Því við ætlum að koma hérna að fá hérna smá frá okkur hérna í söfnuðurinn. Vamos a darles una bienvenida. Og Jóhanna ætla að gefa okkur hérna smá gjöf. Og gjörðu svo. Bien. José. Felicidades. Til hamingju. Fernando. Til hamingju. Marcos. Felicidades. Darwin. ¿Dónde estás, Darwin? Felicidades. Lo siento mucho, no estoy preparada. Lorena. Felicidades. Pero no te di beso. Eso sí, eso sí. Yeimar, felicidades. Igualmente, gracias. Oriana. Já, mér langar líka til að bjóða ykkur velkomin, en það eitt svona lítið formsatriði sem að þarf alltaf að gerast líka á undan. También quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, Þannig að mér pero langar til hay una formalidad que tenemos que dar primero que nada. Þannig að mér langar til að spyrja þá sem eru safnaði meðlimir í Hafnarfjörður söfnu og eru hér viðstaddir, skyldir Entonces, meðlimir, quiero preguntarle a todos los que son miembros de esta iglesia aquí en Hafnarfjörður, hvort þið séu ekki sammála því að við tökum á móti þessum 8 glæsilegu einstaklingum sem meðlimir í okkar söfnuði. si ustedes estén de acuerdo en aceptar todos estos bellos individuos, levantar la mano. Amen. Amén. Velkomin öll sem vil. Bienvenidos a la iglesia. Se pueden sentar. Og víst ég náði mikrofónum í smá stund. Ya que tengo aquí el micrófono, Það ekki alveg búið, en mér langar samt til að fá að nýta tækifærið og biðja Ómar að koma hingað aðeins upp aftur. a la vez que hemos hecho eso, queremos tomar una oportunidad de pedir que Omar suba aquí con nosotros. Gracias. Hann Ómar hefur verið með okkur núna í að verða heila mánuð. Omar ya lleva casi un mes aquí con nosotros. Un mes. Un mes completo. Já, akkurat mánuð. Akkurat mánuð. Og við erum svo ótrúlega þakklátt fyrir það. Estamos tan agradecidos, Omar, por haber venido. Og því miður það að ég hef verið lasinn þannig að ég misti svolítið aðeins af. He estado enfermo, así que he perdido mucho de lo que hemos estado haciendo. En maður þarf ekki maður þarf ekki að vera mjög nálægt til þess að sjá Pero uno no tiene que estar muy cerca para ver að andi Guðs að vinna í gegnum Ómar. que el Espíritu Santo está trabajando a través de Omar. Að Ómar að vinna fyrir Guð. Que Omar está trabajando para el Señor. Og við erum svo ótrúlega þakklátt fyrir því að hann gat komið. Estamos tan agradecidos de que pudiste venir. Og þannig mér langar til að gefa honum þennan litla þakklætis Thank you so Así much. que I quiero appreciate darte it. esto como un Og regalo. Thank you. I'm So, still brother, sick. I am a doctor. I don't mind at all. Ya, soy doctor, así que no me importa que estés enfermo. Thank you. Gracias. Gracias. Hver veit nema leiður okkar liggja aftur saman. ¿Quién sabe si vendrá otra vez? Y yo quiero Já, ég vil koma aftur.
En mér langar til þess að taka smá tíma núna til að biðja fyrir Ómari, Quiero tomar un momento aquí para orar por Omar, en líka fyrir honum Javier. pero también por Javier. Þið kannski heilsu honum áðan, Ustedes lo saludaron hace rato, en það kom eitthvað fyrir og hann þurfti að fara upp á spítala. pero algo sucedió y tuve que ir al hospital. Svo mér langar til að biðja líka fyrir honum. También quiero orar por él og líka fyrir fólkinu okkar í Grindavík. Þau komust ekki í kirkju út af ástandinu. Og líka fyrir fólkinu okkar í Grindavík sem ekki gat verið með okkur hér í dag. También queremos pedir por nuestros queridos amigos en Grindavík que no pudieron estar aquí con nosotros Út af ástandinu í Grindavík. por lo que está sucediendo en Grindavík. Svo ég ætla að biðja fyrir þessu. Vamos a orar por esto. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, mér langar til að þakka þér fyrir að þú hefur kallað hann Ómar til að starfa fyrir þarf þitt. gracias porque tú has llamado a Omar para trabajar para ti. Takk fyrir það að þú leiðir hann og ert með honum. Gracias porque tú lo guías, tú lo cuidas. Takk fyrir það að þú hefur gefið okkur tækifæri til að heyra frá honum Gracias porque tú nos has dado oportunidad de tenerlo aquí con nosotros og hann geti deilt með okkur orðið þín. para que él compartiera la palabra de Dios con nosotros. Og jafnvel þótt að það sé hálfur heimurinn á milli okkar, Y aunque haya medio mundo entre nosotros, þá vitum við að böndin eru sterk sabemos que los lazos son fuertes og við erum þétt saman bræður og systur. y estamos juntos como hermanos. Ég bið þig að blessa hann á leiðinni heim, Te pido que lo bendigas en su viaje a casa, að þú megi vaka yfir honum og vera með honum ávallt que lo proteges siempre og blessa hann. y lo bendigas. Kæri himneski Faðir, mér langar til að biðja sérstaklega að vera með honum Javier. También quiero pedirte que bendigas a Javier, nuestro hermano. Við vitum ekki alveg hvað gerðist en við biðjum þig að blessa hann og lækna hann. No sabemos exactamente lo que ha pasado, pero queremos pedirte que estés con él, que lo cures. Ég bið þig einnig að vera með öllum þeim sem við þekkjum sem eru sjúkir og hafa það ekki gott. También que estés con todos los que están enfermos y que no se sienten bien. Þú ert hinn mikli læknir Tú eres el doctor. og við biðjum þig að lækna og líkna Te pedimos que tú lo cures a todos. og vera með öllum þeim sem sárt bindir. Y también estés con todos los que están tristes. Kæri Faðir, heimurinn, jörðin, réttar sagt, hristist Querido Señor, la tierra se está agitando og öflin undir þau eru að minna okkur á y hay tantas fuerzas bajo la tierra que nos recuerdan að þessi jörð ekki eilíf. que esta tierra no es eterna. Og núna í þessum jarðskjálftum og mögulegum jarðhræringum Ahora que tenemos estos temblores, þá bið ég þig að vera með öllum þeim sem búa þar nálægt te pido que protejas a todos los que viven ahí cerca de los temblores, og þú megi varveita líf que proteges la vida. Kæri himneski Faðir, ég bið þig sérstaklega að vera með okkar góðum vinum sem ekki gáttu verið með okkur hér í dag. Te pido que estés con nuestros queridos amigos que no pudieron estar con nosotros el día de hoy, Að þú megi blessa þau á sérstakann hátt que los bendigas de una manera muy especial og vera með þeim. y que estés con ellos. Kæri Faðir, ég bið þig að blessa þessa stund áfram Te pido que bendigas este momento og nýju meðliminn okkar y todos los miembros nuevos que tenemos og starf þitt hér á landi. y el trabajo aquí en Islandia. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Við ætlum svo að syngja hérna lokalagið sem er Salmi 299, Vamos a minni cantar, sál vegna vel. vamos a cantar el último himno.
Omar ætlar að hafa blessuna orði fyrir okkur. Omar va a dar la bendición. Coloquémonos de pie, por favor, y tengamos la bendición final. Señor Jehová, Padre de los cielos, Fadir okkar sem ert á himnum, te damos gracias por el maravilloso día de hoy y por la fiesta que hemos presenciado. við þökkum fyrir þennan dásamlega dag og þessa hátíð. Gracias, oh Padre de la gloria, Við þökkum Fadir dýrðarinnar por las maravillosas personas que han tomado la decisión por ti, fyrir alla þá sem hafa tekið ákvörðun að fylgja þér. por aquellos, oh Señor, que la han de tomar en el futuro. Fyrir þá líka sem að munu taka þessi ákvörðun í framtíðinni. Y es nuestro deseo y oración, oh Padre Santo, Og það okkar bæn í dag og þrá que cuando vengas en la gloria de los cielos, að þegar þú kemur í skýjum himinsins, nos permitas, oh Señor, estar ahí, contigo en el trono eterno. að þú munu leyfa okkur að vera þar með þér á himnum. Bendice a todas estas maravillosas personas que han concurrido hoy a tu iglesia. Viltu blessa alla þá einstaklingar sem hafa komið hér í kirkju? Permite que sus corazones se enternezcan al escuchar la voz de Jesús. Viltu snerta við hjörtum þeirra? Y que, oh Señor, cuando tú vengas en gloria, Og við byggjum þegar þú kemur í dýrð þinni nos permitas estar a nosotros juntos y a nuestros familiares aquí representados og að þú meður bjóða okkur að vera öll saman sem fjölskylda contigo en el reino de los cielos por la eternidad. með þér á himnum alla eilífð. En el nombre glorioso de Jesús. Í nafni Jesú Krist. Amen. Amen.